Sorry, ég skal reyna að fela mig. Árvald ég og ég neðurlega starfaði á sjúkrabíl í 2 ár. Starfaði bara sem leðsöngvari og leiðbyrjandi í fyrstu og hjá Slysatryggingunni. Og ég ætla að tala við ykkur kælingu. Kallt á Íslandi. Ég lendi því að bíla við fólk sem kallt. Þið eru ekki búin hérna í lífræðilífræði hérna í háskólanum. Hafið þið vantilega einhvern veginn? Þið vitið það að líkaminn starfar best við 37 gráður fyrir dag. Og hann nokkuð góður í að vita það þessum 37 gráður. Ef okkur verður kalt þá er það húðin sem skynjar kuldann. Og ef okkur heitt þá er það yfirleitt húðin sem skynjar kuldann, en langoftast þá er kjarnanum haldið við 37 gráður. Þegar líffæri okkar starfar best við þann hita. Það er eitthvað sem er ekki nýtt. Svo erum við eitthvað sem við kallum ofkæling. Ofkæling er klínískt skilgreind þegar að hitastig kjarnans fer niður fyrir 35 gráður. Hefst þetta á það? Og svo erum við með eitthvað sem heitir væga ofkælingu og alvarlega ofkælingu. Væg ofkæling er á bilinu 35–32 gráður og alvarleg ofkæling er á bilinu 12–32 gráður. Við fyrir 12 og þá er það dauð ef enginn vil líka við fyrir undir 12. Hvernig metum við vininn? Besta leiðin til að mæla kjarnhita er með vélindamæli. Það er einmitt eitthvað hægt bara á framtíkunni. Og við erum ekki með það út á feltinu. Endaþarmsmælar eru það góðir af því að þarmarnir hluta kjarnanum. Eyrnamælar eru það góðir, þeir virka ekki vel í kulda. En við höfum eitthvað annað, við höfum einkenni sem er líkamannssýki. Það var áðan talað afbúskala við ykkur. Mjög þægilegur skali til að meta fólk, að veik, verbal, pain responsive og unresponsive, AFGU. Og það er í raun okkar skali sem við notum til þess að meta í hvort það sé í vægri eða alvarlegur ofkælingu. En við erum með eitthvað sem við kallum kuldaviðbrögð, eða cold response. Þegar okkur kólnar fyrst, þá finnum við fyrir kuldanum, við bregðumst við, förum í eitthvað peysu, gerum eitthvað til þess að bregðast við kuldanum til að líði betur. Kólnar okkur ennþá meira og verður svona hálf ólíksálfundur, líður óþægilega. Kannski aðeins kælu sem við höfum ekki náða mikið, erum út í kuldu umhverfi. Svo þegar við fyrir niður fyrir þessu 35 gráður, þá byrjum við að skjálfa. Það er bara ósjálfráð leið líkamans til þess að framleiða þetta. Það er bara víkingur öllum vöðvum, bara spasmi í vöðvum líka sem er inn í útlunum og getur sér að fara alla líka. Bara leið líkamans til þess að framleiða ekki brenna orku. Og þetta gefur líkaminn 35 gráður. Og annað sem gerist líka er að við erum ekki að veik, við erum ekki alveg veikt í staðar, við bara svörum aðalega við. Þar sem við erum komin á afkúrskalunum og við erum komin niður í verð, sem setjum úr að veik niður í verð. Síðan notar líkaminn alltaf sína orku, reynir að leiða til kjarnhitanum, ennþá út í umhverfinu. Hvað gerist eftir okkar tíma? Við förum niður fyrir 32 gráður og þá byrjar meðvitundin að vaka. Þá erum við ekki að svara eins vel, bregðast kannski einhvers sársauka, sýnum kannski engin viðbrögð, hægist á líffærakerfinu og í lokinu þá jafnvel er ekki hægt að greina lífsspor. Með slagur, þegar kemur að ofkælingu, það er engin dauður fyrir henni heitur og stöðið til lífsspor sem við reynum að hita. Undantekningarnar eru ef að kjarnhitinn er undir 12 gráðum, sem við getum ekki mælt. Annað vinnu sem við notum er brjóskasnefrósin, augljósa fannar áverkar eða það er bara líka eitthvað sem við sjáum þessi einhverju verið greinlega. En ef hann er einhverlega mjög kaldur og finnum ekki lífsmark, þá reynum við einhverjum síður. Við hvaða aðstæður þið hugsanlega líklega til þess að nýta eitthvað þekkingu. Við hvaða aðstæður þið líklega til að nýta eitthvað þekkingu. Það kemur að ofkælingu og skynjum. Hvað getur þið hugsað?
fjallgöngum, farið í félagið FÍMU, félag íslenskra fjallalækna, eða segjum að þið svo orðið kallingarðar, farið út á land, farið að vinna, með vaktsíman í hendurnar og svo hringdi vaktsíman og sagt þið að fara með björgunarsveitum á fjall, maður í Vosbúð, þið eru vakt, hoppa inn í björgunarsveitabíl, farið lengst upp fjall og þar einstaklingur sem eru ókennir og allir þið eru það gerir þið. Þið eru ekki í þægilegu umhverfi, þið eru ekki inn á spítastofu, þið eru ekki í heitu umhverfi. Það gerir þið. Og grunninn er beintið og skyndið. Þið nýtið þetta þekkingu sem aðrir sérfræðingar hafa búið til og beitið henni þar til þið komið þessum einstaklingum í þægilegu umhverfi. Og besta lagi til að bregðast við ókælingu, það er að koma í veg fyrir lengra nýtingar, það er fyrstu viðbrögð. Hvernig gerum við það? Við erum einstaklega í köldum fötum, helst fjarlægjum við þau. Við erum með gjörðarstýrsmann sem hafa í stað, sem sé með ykkur þurrt teppi. Fjarlægjum einstaklega í blautum fötum, sem kemur það upp og líður betur við það. Og pakki þessum einstaklingi. Tala að láta fólk hlaupa sér til hita, en Stefán þarf að segja að það er vaktákjörn. En svo erum við fyrirbæri sem heitir afterdrop. Afterdrop er einnig það að þegar við reynum að snúa ferlið við, við reynum að hita fólk aftur upp, það heldur áfram kólna áður en það byrjar að hlýna aftur. Sá hiti sem það er með er í kjarnanum, það er að segja að það er mikilvægast í líffærakerfinu, hjarta, lungun og heila. Þegar líkaminn reynir að hita upp restina af líkamannum aftur, þá höldum við áfram að kólna. Og rannsóknir hafa sýnt það að ef við hlaupum okkur til hita, þá kólnar okkur lengur áður en okkur er hlýna aftur versus það að við hlakkar inn. Það sem getur verið hættulegt er það að við erum með vægt ókjæltan sjúkling, látum hann hlaupa sér til hita, látum hann klára alltaf sína orkubyrðir, þá getur hann endað í alvarlegri ókælingu. Þá er hann ekki lengur með þetta skjálftaviðbragð til þess að framleiða sinni eigin. Þannig að, hvernig líst ykkur á prófið? Prófa bara einu sinni að pakka inn einhverjum einstakling í ókælingu. Hver er í stuði til þess að líta bara gólfinu og slaka þess?